Silja, þú stendur fyrir viðburðinn núna í tengslu við úrslitaleikin á Evrópumótinu í handbolta eða hvað? Já, við Klefinn, HSI og Íslenskar landsliðsstelpurnar, við ætlum að halda viðburð í Mínigarðinum. Úrslitaleikurinn er á sunnudaginn klukkan 5 en við ætlum að byrja partíið klukkan 4. Við ætlum aðeins að ræða EM og þeirra upplifun á mótinu og svo fara þær aðeins yfir liðin sem að keppa og líka í hálfleik og svona og svo náttúrulega gaman að sjá, það verður náttúrulega búið að draga þannig fyrir daginn, þannig að það er nóg að ræða og ég bara vona að fólk fjölmenni að við, Helena Sverris vorum með svona körfuboltaviðburð bara núna í september og það mættu yfir 180 manns, borðin seldust upp og ég ætla að reyna að láta mig dreyma þótt þetta sé þriðja aðvendu að fólk komi og þurfi nú að borða einhvers staðar og mæti og verði með okkur svo skemmtilegu kvöldi. Þannig að þú hefur góða reynsla af þessu og þú færð landsliðskonur búin að tala við þær og þær koma og verða þarna? Já, það er alveg verið þarna og mér finnst líka bara ótrúlega mikilvægt að fylgja eftir frábæru EM-gengi þeirra og tengja þær við næstu kynslóð. Að leyfa þessum ungu stelpum sem eru að æfa handbolta að hitta hetjurnar sínar og gera þær að meiri hetjum. Þannig að það verður bara gaman ef að fólk kemur með bolta og búninga til að árita og allir fá bara sem mest út úr þessu, sko. Já, það er bara að gera þetta að stórum viðburði og kynna landsliðið og framvegis. Já, bara ekki spurning. Það voru alveg, það voru nöfn núna sem að voru svona að stíga upp og maður er svona, nú er maður komið með nöfnið þeirra á tunguna og nú vil ég bara, tengja þetta ennþá betur og ég held að þetta getur bara orðið skemmtilegt og þessar landsliðsstelpur eru náttúrulega frábærar og mikil orka í þeim og það er bara gaman að láta þessar kynslóðir hittast. Einu sinni voru þær svona litlar, sko. Já, búið bara til aðvöru viðburð og svona draga fram þessar fyrirmyndir. Já, fyrirmyndir er náttúrulega bara sem skiptir ótrúlega miklu máli og draumur væri náttúrulega að við bara fyllum húsið þarna og höfum bara gaman og góða stund og við verum með selfie-búð og það verður tilboð á mat og allt þarna. En svo líka bara, þegar Ísland er að spila næst hérna á Íslandi, þá vil ég bara fá allan þennan mannskap líka á leikinn og bara hafa alvöru stemningu, bara búa til alvöru stemningu í kringum hvenna handboltan líka. Já, og það var svona vísir að þessu núna og við viljum meira. Já, maður er alveg búin að fylgjast með góðum stíganda og mér finnst samfélagsmiðlar gera ótrúlega mikið, að kynna stelpunum, því leið og maður er svona farin að kynnast íþróttafólkinu, þá einhvern veginn er maður meira komin á lestina, sko. Og það er svona eitt af þessu pointi líka með þessu, að bara búa til svona okkar eigin stuðningssveit og ég vil endilega að fjölskyldur komi, stelpupappar, þeir skipta alltaf máli og auðvitað mömmur líka, en það er ótrúlega mikilvægt fyrir okkur stelpurnar að sjá að strákar og kallar hafi líka áhuga á kvennaíþróttum, þannig að ég vil alveg sérstaklega hvetja pappana að koma með líka og gera þetta bara svona smá fjölskyldustund, ekki spurning. Og þetta er aftur í Mínigarðinum á sunnudaginn og hefst klukkan hvað aftur? Partíð byrja klukkan 4, leikurinn byrja 5 og við lofum miklu fjöri. Leikurinn á Breiðtjaldi og með matur og allt á staðnum? Já, ég gleymi að segja, það eru gjafapokar líka, sko. Það eru 100 gjafapokar, fyrsti koma, fyrsti fá og svo verða útdráttarvinningar líka og ég á samt HSI og landsliðinu, við erum bara að safna núna í þetta því að við viljum bara halda dúndu viðburð og við viljum að allir hafi sem bara mest gaman af þessu, sko.